Forsætisráðherra Ísraels segir yfirtöku á Gaza bestu leiðina til að ljúka stríðinu þar. Ísrael ætli að vinna stríðið með eða án aðstoðar annarra. Lögreglan á Vesturlandi handtók einn í tengslum við bruna í húsi í miðbæ Akraness í dag. Grunur íkveikju. Kanslari Þýskalands ætlast til að forseti Úkraínu taki þátt í leiðtogafundi Bandaríkjanna og Rússlands stríðið í Úkraínu. 8 þjóðarleiðtogar taka í sama streng í yfirlýsingu. Íbúafjöldi Seyðisfjarðar áttfaldast á sumrin með gestum skemmtiferðaskipa. Íbúi segir stemminguna í bænum minna á síldarárin. Kirkjuklukkur hljóma á ný í Grímsey. Ný Miðgarðskirkja var vígð þar í dag 4 árum eftir að sú eldri brann til grunna. Framkvæmdin fór rúmlega 80 milljónum fram úr áætlun en það tókst að fjármagna hana með samhentu átaki. Það verður aldrei fullþakkað, bara takk allir Íslendingar. Gott kvöld. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir yfirtökuna á Gaza bestu leiðina til að ljúka stríðinu þar. Netanyahu sagði á blaðamannafundi fyrir alþjóðlega fjölmiðla í dag að yfirtakan á Gazaborg, sem öryggisráð Ísraels samþykkti á föstudag, myndi hefjast fljótlega. Hann sakaði Hamas samtökin að svelta gíslana sem þeir hefðu í haldi. Þeir væru að fremja þjóðarmorð en ekki Ísraelsmenn. Hann ítrykkaði jafnframt að Ísraelsmenn ætluðu ekki að vera á Gaza til frambúðar, heldur vilja að borgaraleg stjórnvöld taki við sem tryggi frið bæði fyrir íbúa Gaza og Ísraelsmenn. Contrary to false claims, this is the best way to end the war and the best way to end it speedily. We will do so by first enabling the civilian population to safely leave the combat areas to designated safe zones. Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza, free it from Hamas terrorists. The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Hallgrímur, þetta í fyrsta sinn sem Netanyahu kemur fram opinberlega eftir að þeir lýstuð yfir að yfirtaka Gazaborg. Hvað kom meira fram á þessum blaðamannafundi? Já, Netanyahu fór svona býsna víðan völl á þessum fundi. Hann sagði til dæmis að það hefði alltaf verið stefna Ísraelsmanna að koma í veg fyrir mannúðarkrísu. Þeir hefðu hleypt 2 milljónum tonna af neyðaraðstoð inn í landið og ef að Ísraelsmenn hefðu í alvöru þá stefnu að svelta íbúa Gaza þá hefði enginn lifað af þetta tæplega 2 ára stríð sem hefur nú verið í gangi þar. Hann sakaði líka Sameinuðu þjóðirnar að hafa ekki farið með hjálpargögn til Gaza þrátt fyrir að hafa fengið leyfi til þess og sýndi því til sönnunar ljósmynd sem átti að vera af mörgum gámum af hjálpargögnum sem væru við landamærastöðina í Keir Shalom og stæðu bara þarna af því að Sameinuðu þjóðirnar vildi ekki fara með þetta þarna inn. En Netanyahu hann var líka spurður þá ákvörðun Þjóðverja að hætta vopnasölu til Ísraels og þá vísaði hann í að hingað til hefðu Þjóðverjar stutt Ísraelsmenn býsna vel. But I think he's buckled under. He's buckled under the pressure of false TV reports, the pressure, internal pressure from various groups. And I can say this, and I don't want to talk about him specifically, but I want to say this. Look, maybe some choose to forget October 7th. We will not forget what happened. And we will do whatever it takes to defend our country and defend our people, defend our future. We will win the war, with or without the support of others. Hefur þetta haft áhrif á viðbrögð annar staðar? Í raun og veru ekki. Það kom yfirlýsing í morgun frá 8 utanríkisráðherrum, þar á meðal utanríkisráðherra okkar, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Það sem þessi áætlun Ísraelsmanna fordæmd og minnt á að ef að það eigi að breyta landamæramerkjum Palestínu að þá sé það brot á alþjóðalögum. 5 aðrar þjóðir, þar á meðal Bretland og Frakkland, gáfu út yfirlýsingu skömmu eftir blaðamannafund Netanyahus og þar kom fram að áætlunin gæti mögulega líka verið brot á mannréttindalögum. Síðan kom öryggisráð Sameinuðu þjóðanna saman í dag til þess að ræða stöðuna á Gaza. Og þar, svona flestir sem tóku til máls þar fordæmdu þessa áætlun fyrir utan Ísraelsmenn og Bandaríkjamenn
og meðal þeirra sem gerði það var aðstoðar framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. The latest decision by the government of Israel risks igniting another horrific chapter in this conflict with potential consequences beyond Israel and the occupied Palestinian territory. If these plans are implemented, they will likely trigger another calamity in Gaza, reverberating across the region and causing further forced displacements, killings and destruction, compounding the unbearable suffering of the population. Og hjá okkur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Þorgerður, þú skrifar undir yfirlýsinguna með 7 öðrum þjóðum. Fylgja yfirlýsingunni einhverjar aðgerðir? Það verið að setja þrýsting á Ísrael og ég vil undirstrika þessar þjóðir. Við erum að tala tafarlaust vopnahlé. Við erum að tala það að gíslum verði strax sleppt, skilyrðislaust, og við erum líka að tala að uppbygging Palestínu verði ekki með Hamas. En leið þá erum við að segja að með þessari fyrirætlan Ísraela að taka yfir einhliða algjörlega Gaza, þá fer það fyrsta lagi náttúrulega gegn alþjóðlegum, en ekki síður hitt að það fer gegn þeirri tveggjaríkjalausn sem þessu hópur og miklu fleiri styðja. Þannig að það er einfaldlega að vera að setja og skapa mikinn þrýsting og hann er strax byrjaður að skila sér núna á síðustu dögum. Sko, hefði ekki þrýstingu frá alþjóðasamfélaginu fyrr komið í veg fyrir að hernaðurinn færi á þetta stig? Jú, miklu heldur. Það er það sem er eiginlega erfiðast að horfa upp á, að alþjóðasamfélagið er að horfa upp á hörmungarástand á Gaza. Það er verið að í rauninni beita hungri sem vopni í stríði, og meðan gerir alþjóðasamfélagið allt of lítið. Auðvitað er verið að taka ákveðin skref núna, það er verið að koma í veg fyrir vopnasendingar og fleira til Ísraela, en þetta er bæði fyrir í rauninni Palestínu og líka Ísrael, að þá finnst mér þetta vera pínlítið þrot í alþjóðasamfélaginu að hafa ekki getað stigið inn fyrr. Því hvað er undir? Það er náttúrulega, það er búið að drepa meira en 55.000 manns á Gaza. En það hafa komið fram þarna tvenns konar yfirlýsingar, þetta er brot á alþjóðlegum annars vegar og svo mannréttindabrotum hins vegar. Svona, hvernig metur það? Já, ég skrifaði undir þetta og ég hef sagt það áður að það er verið að brjóta alþjóðalög, meðal annars með því að beita alls konar viðurstyggilegum aðferðum til þess að níðast á fólkinu á Gaza, en ekki síður hitt að alþjóðalögin í heildina eru vanvirt, og það er eitthvað sem að við Íslendingar almennt í okkar utanríkispólitík leggjum mjög mikla áherslu á, því við höfum allt okkar líka undir að alþjóðalög séu virt. Þannig að en núna þá er neyðin rosalega á Gaza og alþjóðasamfélagið verður einfaldlega að taka stærri skref heldur en það hefur verið að taka á umliðnum vikum. Takk fyrir þetta, Þorgerður Katrín, og við kveðjum héðan úr Ölfusi. Já, takk fyrir þetta, Erla María. Jarðskjálfti af stærðinni 6,1 varð í vesturhluta Tyrklands nú síðdegis. Skjálftinn fannst meðal annars í Istanbúl og Ísmir. Fregnir hafa borist af nokkrum hrundum byggingum í héraðinu Balıkesir, en engar fregnir hafa borist af slysum á fólki. Einn var handtekinn í dag, grunaður að hafa kveikt í íbúðarhúsi í miðbæ Akranes. Vel gekk að ráða niðurlögum eldsins. Eldur kviknaði í einbýlishúsi á horni Heiðargerðis og Akurgerðis í miðbæ Akranes klukkan 11 í dag. Að sögn sjónarvotta lagði mikinn og þykkan reyk frá húsinu og var mikið viðbragð vegna eldsins. Við mætum á staðinn, þá er eldur í 2 hæðum í þessu 3 hæða einbýlishúsi hérna. Og það gekk svo sem bara tiltölulega fljótt að slá eldinn, þannig að við náðum svona tökum á þessu mjög fljótlega. Eldur var mestur á miðhæð hússins og tók slökkvistarf 2 tíma. Húsið er í talsverðri niðurníðslu og án klæðningar að utan. Leitað var í húsinu og reyndist það mannlaust. Að sögn lögreglu hefur það staðið autt árabil. Yfirlögregluþjónn lögreglunar á Vesturlandi segir í samtali við Fréttastofu að vitnisburður hafi leitt til handtöku á 3. tímanum í dag og er sá grunaður íkveikju. Að öðru leyti vildi hann ekki tjá sig og segir málið í rannsókn. Aukinn þrýstingur er á Rússa og Bandaríkjamenn að Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, taki þátt í fyrirhuguðum leiðtogafundi á föstudaginn. Fram að þessu hefur aðeins verið rætt að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og Vladimir Putin, forseti Rússlands, verði á fundinum. 8 þjóðarleiðtogar í Evrópu sendu í morgun frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem kom meðal annars fram að framtíð Úkraínu yrði ekki ákveðin án Úkraínu.
Kanslari Þýskalands ítrekaði í dag að þáttaka Úkraínu í fundinum væri mikilvæg. Wir bereiten uns intensiv auf europäischer Ebene zusammen mit der amerikanischen Regierung auf dieses Treffen vor. Und wir hoffen und gehen davon aus, dass die Regierung der Ukraine, dass Präsident Zelensky an diesem Treffen beteiligt wird. Wir können jedenfalls nicht akzeptieren, dass über die Köpfe der Europäer, über die Köpfe der Ukrainer hinweg über Territorialfragen zwischen Russland und Amerika gesprochen oder gar entschieden wird. Ich gehe davon aus, dass die amerikanische Regierung das genauso sieht. Deswegen gibt es diese enge Abstimmung. Nýtt viðvörunarskilti var sett upp í Reynisfjöru í gær og lokunarhlið verður sett upp á næstu dögum. Rauða viðvörunarljósið logar 30% oftar en áður eftir breytingu á forsendum hættustigs og fjörunni verður lokað við slíkar aðstæður. 4 dauðsföll hafa orðið á fjölförnum ferðamannastöðum í sumar, þar af 2 í síðustu viku. Athyglin hefur sérstaklega beinst að Reynisfjöru, þar sem 9 ára þýsk stúlka drukknaði fyrir viku. Þar kom í ljós að varúðarskilti hafði vantað mánuðum saman eftir að það fauk í óveðri og því erfitt fyrir ferðamenn að glöggva sig á aðstæðum og hvar í fjörunni hættan mest. Nú komið upp nýtt viðvörunarskilti í Reynisfjöru sem að sýnir hversu langt niður í fjöruna ferðafólk má fara þegar að gula eða rauða aðvörunarljósi blikkar. En eins og sést hér fyrir aftan mig hvorki björgunarhringur né öryggisbúnaður á staðnum ef að manneskja lendir í sjónum. Forsendum hættustig vegna ölduhæðar hefur verið breytt, þannig að rauða viðvörunarljósið kemur til með að loga 30% oftar en áður samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu. Í næstu viku verður lokið við að setja upp lokunarhlið fyrir slíkar aðstæður. Stefnt að því að miðlægri atvikaskráningu í ferðaþjónustunni verði komið á með haustinu, sem bætir kortlagningu á hættulegum stöðum til muna. Því tölfræði sem Ferðamálastofa nýtir í mælaborði sínu öll fengin úr fjölmiðlum og þangað rata einungis alvarlegustu tilfellin. Óttast að fleiri börn á flótta í Úganda deyi úr vannæringu vegna skorts á fjármagni. Skorturinn kemur meðal annars til af því að Bandaríkin hafa hætt að fjármagna neyðaraðstoð. Flóttamenn í Úganda verða líklega 2 milljónir fyrir árslok. Í lok síðasta árs voru 1,8 milljónir flóttamanna í Úganda og hafði þá fjölgað 10% á einu ári. Þetta það mesta í einu landi í Afríku og það 3. mesta í heiminum. Ekkert látir á þessum straumi. Að jafnaði hafa 600 flóttamenn komið til Úganda á dag það sem af ári. Líkur eru á að þeir verið orðnir 2 milljónir í landinu í lok árs. Næsta fjölgunin frá Súdan og Kongó. Flóttamenn hafa lengi verið velkomnir í Úganda þar sem þeir mega bæði dvelja og vinna. Fyrsti viðkomustaður þeirra flóttamannabúðir eins og þessar í Kiryandongo. Flestir flýja þar stríðsátök og vosbúð til að mynda í Súdan. Yfir helmingur þessara flóttamanna eru fylgdarlaus börn. Reynt að veita þeim fræðslu á staðnum en aðstaðan til þess ekki gerð fyrir þann fjölda sem dvelur í búðunum. This one has not been easy because of the congestion in the class. And when it comes time for exam, all of them come and you find they sit even outside on the verandas to write their exams. Þetta ein birtingamynd af stöðu hjálparstarfs fyrir flóttamenn í landinu. Flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna segir starfið ekki hafa verið jafn illa fjármagnað í áratugi. Þar stærstan þátt sú ákvörðun Bandaríkjastjórnar að hætta að setja fjármagn í neyðar- og þróunaraðstoð. Eftir það var það fækka flóttamönnum sem fengu mataraðstoð 1 milljón. The emergency needs are massive. And we're simply not able to meet them, whether it's water, whether it's shelter, whether it's food, whereas only 25% funded. Óttast að fleiri börn deyi úr vannæringu af þessum sökum. The situation has become untenable. Ný kirkja var vígð í Grímsey í dag. Heimamenn eru afskaplega ánægðir með að það hafi tekist 4 árum eftir að sú eldri brann, en það hafi ekki verið einfalt. Vígslan hófst á því að kirkjuklukkurnar voru blessaðar, en kríurnar í Grímsey létu sér fátt finnast þennan nýja hljóm. Það var hátíðlegt að litast í inni í tilefni dagsins og íslenski fáninn blakti við hún. Tilfinningin einstök að vera stödd hér í Miðgarðakirkju í dag og
Það ekki á hverjum degi sem að kirkja vígð á Íslandi og þetta nyrsta kirkja landsins. Kirkjan ber sama nafn og sú eldri Miðgarðakirkja sem varð eldið að bráð í september 2021. Það mikill missir fyrir samfélag þegar kirkja brennur. Því að þetta staðurinn þar sem fólk á sínar dýrmætustu stundir. Heimamenn ákváðu strax að endurreisa kirkjuna enda hefur kirkja staðið þar öldum saman. En það hefur ekki reynst þrautalaust. Nánast allir framkvæmdaliðir hafa farið fram úr kostnaði. Við ætluðum strax að byggja en svo auðvitað sá maður hvað það var mikið mál en við erum afskaplega hamingjusum í dag, bara búið að vígja kirkjuna. Já, þetta komið. Kostnaður við nýja kirkju fór 83 milljónum fram úr áætlun. Áætlaður heildarkostnaður var rúmar 103 milljónir en raunkostnaður nemur rúmum 186 milljónum. Búast má við að kostnaður hækki enn frekar þegar búið verður að leggja gólfefni, klára rafmagnsvinnu og önnur smáverk. Allt hefur þetta verið fjármagnað með styrkjum frá fólki og fyrirtækjum auk ferðafólks sem hefur lagt verkefninu lið. Við eigum bara ekki til orð hvað fólk búið að standa vel við baki á okkur. Það alveg með ólíkindum þegar söfninu fór á stað. Það bara kom alls staðar að og mjög margir sem við þekkjum ekki neitt. Það var styrt okkur stórar upphæðir og litlar og bara ótrúlega velvild. Það bara að vera aldrei fullþakkað og bara takk allir Íslendingar og vinir. Seyðfirðingar eru að verða vanir því að íbúafjöldi margfaldist á sumrin með skemmtiferðaskipum. Gestirnir setja alþjóðlegan svip á bæinn og íbúar tala ferðamannavertíð fram í október. Á þessu ári leggja 170 skemmtiferðaskip að bryggju í Múlaþingi. Flest á Seyðisfirði og þar getur orðið nokkuð þröngt þegar mest Hér skipið Costa Favolosa úti við fjörð með 3600 farþega og 1100 manna á höfn. Það mikil trafík í bænum og það hefur orðið mikil vöruþróun og það mjög mikil þjónusta orðin hér á sumrin. Á sumrin eru 12 verslanir starfræktar í bænum og 5 veitingastaðir. Á veturna eru aðeins 2 verslanir opnar og 1 veitingastaður. Dýri Jónsson rekur hótel Ölduna í bænum ásamt 2 veitingastöðum. Hótel opið allt árið, hefur verið það alveg frá því opnuðum í júlí 2003 og með morgumat. Veitingastæðin hafa verið opnir alltaf yfir sumarið sem betur að lengjast. Háunin að lengjast og núna fram í miðjan október. Í fyrra voru settar takmarkanir á komu skemmtiferðaskipa hjá Múlaþingi. Á Seyðisfirði hámarksfjöldi farþega 3500, 2500 á Djúpavogi og 500 á Borgarfirði eystra. Aðalheiður segir þetta hafa haft jákvæð áhrif, en komið þó skip sem bókuðu áður en þessi takmörk tóku gildi. Ég man að þegar voru 2-3 skip allt í 6000 manns, það var allt og mikið. Mér finnst það bara alveg frábært. Þetta bara gaman að fá lífi í bæinn og þetta minnir mann svolítið á það sem var á Síldarárunum þegar var fullt af Norðmönnum og Dönum og allra þjóðamönnum hér í bænum. Mér finnst bara allt jákvætt við það. Þetta lífgar upp allt mannlíf hérna og setur mikinn svip á bæinn og alþjóðlegan svip. Þetta hefur mjög mikla þýðingu fyrir Seyðisfjörð því að kannski eins og flesti vita þá lokaði fiskvinnslan hérna á síðasta ári og það var mikið áfall fyrir okkur en skipin eru sannarlega ekki að koma í staðinn en þetta svona annars konar vertíð, getum við sagt. Þetta hefur verið vertíðabær alveg frá upphafi. Margir sleiktu sólina á suðvesturhorninu í dag í kærkominni veðurblíðum. Við Hvaleyrarvatn var spánarstemming þar sem sumir óðu út í vatnið á meðan aðrir fögnuðu afmæli með góðum vinum. Komið þið oft hérna að Hvaleyrarvatni þegar að sólin skín? Nei, ekkert alltaf oft. Ja, við gerum okkur svona við og við ferð, kannski svona einu eða tvisvar yfir sumarið. Og þetta ekki svolítið eins og að vera í útlöndu bara? Hvernig var að fara í vatni? Gaman. Var það svolítið kallt? Ef það er búið lengur í þá er það svolítið heitt. Á afmæli, núna í vikunni á miðvikudaginn, en þá fullt fólki að vinna og gera hluti þannig bara ákveðum að halda upp á því í dag og
Það var geggjað veður og þú veist, ég vildi hafa smá svona lautaferð, piknik og það var bara geggjað. Hvað svona mest töfrandi við að vera hér? Mér finnst það bara svona skógurinn og bara eiginlega allt hérna. Hvað myndir þú velja? Spánn eða Hvaleyrarvatn? Spánn. Ertu viss? Já, mjög. Já, lítum til veðurs. Það hefur verið sólríkt á vestanverðu landinu í dag eins og við sáum áðan og náði hiti hæst í rúm 18 stig á suðvesturhorni landsins. Lægð hefur tekið stefnu í átt að landinu og mun því smá saman þykkna upp og hvessa þegar líður á morgundaginn með rigningu sunnan og vestanlands annað kvöld. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi var hreint æsispennandi bæði í karla- og kvennaflokki. Sviptingar urðu. Íslandingar voru sigursælir á heimsmeistaramóti íslenska hestsins sem lauk í Sviss í dag. Leikir dagsins í bestu deild karla í fótbolta voru sérlega mikilvægir fyrir liðin í ljósi stöðunnar í deildinni. Og svo það samfélagsgjöldurinn í fótbolta, jepparall, þríþraut og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Forsætisráðherra Ísrael segir yfirtöku á Gaza bestu leiðina til að ljúka stríðinu þar. Utanríkisráðherra segir það lýsa þroti hjá alþjóðasamfélaginu að hafa ekki fyrr beitt Ísraelsmenn þrýstingi. Lögreglan á Vesturlandi handtók einn í tengslum við bruna í húsi í miðbæ Akraness í dag. Grunur íkveikju. Kanslari Þýskalands ætlast til að forseti Úkraínu taki þátt í leiðtogafundi Bandaríkjanna og Rússlands stríðið í Úkraínu. 8 þjóðarleiðtogar taka í sama streng í yfirlýsingu. Kirkjuklukkur hljóma á ný í Grímsey. Ný Miðgarðakirkja var vígð þar í dag 4 árum eftir að sú eldri brann til grunna. Framkvæmdin fór rúmlega 80 milljónum fram úr áætlun en það tókst að fjármagna hana með samhentu átaki. Þá þessu að ljúka hjá okkur í kvöld. Næst verða fréttir sagðar í útvarpinu klukkan 10. Við minnum á að það alltaf hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir@ruf.is. En við ljúkum þessum fréttatíma á myndum frá litadýrðinni í gleðigöngunni í miðbæ Reykjavíkur í gær sem stóð sannarlega undir nafni. Verið sæl.